Komið sæl. Nú ætla ég að kenna ykkur kapal. Þannig að kapal kalla ég tugakapal. Og mannspilin fá að vera með í þessu sinni. Þau gilda, hvert mannspil gildir 10. Ásinn gildir 1, eins og vanalega. Og hinn spilin gilda það sem þau standa fyrir. Í þessum kapli á að fá summu 3 spila. Þá reyna að fá summuna 10, 20 eða 30. Og þannig að það hægt að nýta sér og notast við það sem við lærðum í minnuspilinu, hvaða tölur gefa 10. En það eru náttúrulega líka önnur spil eins og segjum til dæmis 5, 2 og 3 sem gefa 10. Þannig að við bætum aðeins við og þjálfum bara reikning, samlagningu. Venjulega er kapallinn lagður með 7 spilum en ég ætla að leggja núna bara með 5 spilum og þeim yngri sem börnin eru þá þurfa þau á því að halda að kapallinn gengur upp. Hann gengur ekkert alltof oft upp hinsegin með að hafa 7 raðir. Þannig að ég ætla að leggja kapallinn þannig að það verða 5 spil og alltaf 3 spil sem gefa summuna 10, 20 eða 30. Ég setja stokka og legg fyrst 5 spil niður. Og þetta eru raðirnar. Ég legg strax annað spil af því að við þurfum að hafa 3 spil sem gefa summuna 10, 20 og 30. Og nú er sérstaklega gott að ræða eins það hvaða spil þarf ég hér, til dæmis, til þess að fá 10, 20 eða 30. Ég kom með 20, mannspilin gáfi 10 og hér er 10, þannig ég kom með 20, þannig ég þarf eitt mannspil hér, eða 10, til þess að losna við þessa röð. Einnig hér er ég með 2 10. Hér er ég með 7 og 4. 7 og fjarka. Þannig að nú tel ég get reiknað þetta á með því að telja, þess að 7 plus 4, það gefa mér 11 og nú þarf ég að telja frá 11 og upp í næsta tug, sem er þá 20. Og ef ég fengi þegar ég er búin að reikna það með butanum eða öðru slíku, þá kemst ég að því ég er með 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ég þarf sem sagt 9 með þessum 2 spilum til þess að fá 20. Það er að gera að láta krakkana fara sérstaklega í fyrsta reynsli. Að láta þau áður en að setja 3. spilið. Að láta þau reikna hvaða spil þau þurfa með. Hér er ég með 8 plus 2 sem gefa mér 10. Og hérna, þannig að mér vantar 10 með þessu. 7 og 2. Og alltaf ágætt að reikna þannig að það sé að við hugsum stærri töluna 7, 8, 9. Þannig að ég þarf með þessu spili, þessum hérna, þarf ég bara ás. Og þá er ég komið með 10. Þannig að séum við hvernig nú fann að bæta við. Nú ætla ég að leggja 3. röðina, 3. spilið. Ég fekk ekki hér, en ég get haldið áfram. Því miður þá bara gekk ekki hjá mér þetta skipti. Ég held áfram og reikna. Og ég þarf alltaf að reikna. Hérna, eina reglan er svo að þú getur tekið, það er hægt að taka þau 3 spil sem eru neðst, ef þau gefa 10. Eða þá að taka þau spil, kannski 2 að ofan og 1 að neðan, eða 1 að ofan og 2 að neðan. Eins og hérna fæ ég, ef ég tek þetta hér að neðan, þetta er 10, og hér að ofan er ég með 8 og 2 sem gáði mig líka 10. Þannig að hér er ég komið með 20. Þegar ég komið með 20, þá set ég þau aftast, tekið þessi spil og setja aftast í bunkan. Krakkarnir er náttúrulega ekki fljóta að reikna þetta reynir mikið á þau og þannig að það er ágætt að gefa þeim bara góðan tíma og vera með þeim. Það skiptir öllu máli að vera með þeim. Hér er ég með 10 og hér er ég með 10 og hér er ég með 10. Þannig að ég má taka 1 að neðan og 2 að ofan sem gefa mér 10, 20 eða 30. Hérna er það aftur. Og að gera þegar það eru fá spil, þá er svo þægilegt að reikna hvað ég þarf með þessum. Til dæmis er hérna 4, 5, 6.
Þannig ég þarf annan fjarka hér, þá ég komið 10. 6, 7, 8, 9, 10. Þannig ég þarf ás hérna til þess að losna við þessa röð. Þannig ég legg áfram. Kapallinn heldur áfram þar til að annarkvort eru öll spilin búin á borðinu, þá gengur kapallinu upp. Eða þá að öll spilin eru búin sem ég með hér í bunkanum, þá gengur hann ekki upp, væntanlega. Hér held ég áfram að reikna, 10 pluss 4 eru 14, 15, 16, gengur ekki. Og svona held ég áfram. Þau verða alltaf að vera 3 spilin til þess að gefa okkur hérna 10, 20 eða 30. Held aðeins áfram. Ég ætla aðeins að svindla svo þið áttu ykkur á hvað ég að meina hérna með þegar losnar röð. Segjum að ég hafi haft hérna 10 fjarka og 6 sem gefur mér 6 pluss 4 eru 10 og þetta gefur mér 10 líka, þannig að þetta eru 20. Þá má ég taka alla röðina. Ef að ég er með 3 spil og þessi 3 spil gefa mér 10, 20 eða 30, þá má ég taka röðina og þá er ég búin að losna við eina röð. Ég legg ekki aftur hér í auðahólfið, heldur held áfram og reyna að losna við alla raðirnar. Þetta var nú smá svindl, en það var til þess að sýna, hérna var ég næstu búin að missa einu. Hér er ég með 8 og ás sem gefa mér 10, þannig ég má taka það. Og held áfram. Svona er þetta að spila kapalinn og eins og ég segi, þá er nauðsynlegt að vera með barninu að spila. Hér tek ég 1 af neðan og 2 ofan. Þá er ég komið með 5, 5 og 5, 5 og 10 sem gefa mér 20. Ég held bara áfram og ég segi bara góða skemmtun.